Komið sæl, gleðilega hátíð og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 8. júní á hvítasunnudag er þemað Kirkja heilags anda. Í lexíunni stendur: Hver sem ákallar nafn Drottins verður hólpinn. Í pistlinum er sagt frá því þegar heilagur andi kom sem eldtungur yfir alla í Jerúsalem. Og í Guðspjallinu segir Jesús: Sá sem elskar mig varðveitir orð mitt. En hjálparinn heilagi andi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna ykkur allt og minna ykkur á allt það sem ég hef sagt ykkur. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Jóhannesi 14. kafla. Jesús svaraði: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og Faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þið heyrið er ekki mitt, heldur Föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til ykkar meðan ég var hjá ykkur, en hjálparinn, andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna ykkur allt og minna ykkur á allt það sem ég hef sagt ykkur. Frið læt ég ykkur eftir, minn frið gef ég ykkur. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur. Hjarta þitt skelfist ekki né hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður: Ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til Föðurins, því Faðirinn er mér meiri. Nú hef ég sagt ykkur það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við ykkur, því höfðingi heimsins kemur. Í mér á hann ekkert. En heimurinn á að sjá að ég elska Föðurinn og geri eins og Faðirinn hefur boðið mér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er kirkja heilags anda og upphafsorð lexíunnar, sem eru frá spámanninum Jóel, er spádómur að Guð muni úthella anda sínum yfir alla menn. Já, alla, unga sem gamla, jafnvel þræla og ambáttir. Já, Guð hefur alltaf sagt að við séum öll jöfn fyrir honum, en spádómurinn tiltekur alla menn. Við höfum eina frásögn af því að heilagur andi hafi komið yfir fólk, en það var yfir takmarkaðan fjölda manna í Jerúsalem, sem sagt aðeins þá sem voru viðstaddir samkomuna í húsinu. Svo að við verðum að gera ráð fyrir að atburður lexíunnar eigi eftir að gerast. Enda segir lexían að áður en það muni gerast munu verða tákn á himni og á jörðu, blóð, eldur og reykjastrókar. Sólin verði myrk og tunglið sem blóð. Það er tekið fram að þetta muni gerast áður en dagur Drottins kemur, hinn mikli og ógurlegi, sem vísar í hinn efsta dag sem Jesús talaði oft Lexían endaði á þessum huggunar orðum: Hver sem ákallar nafn Drottins verður hólpinn. Hver sem ákallar nafn Drottins mun frelsast. Þessi orð hafa sömu merkingu og orð Jesú í Guðspjallinu: Sá sem elskar mig varðveitir orð mitt. Sá sem varðveitir trúna er hólpinn. Áður en Jesús sté upp til himins, kynnti hann heilagan anda
sem kraft. Hann sagði, ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur, en verið kyrr í borginni, það í Jerúsalem, uns þið íklæðist krafti frá hæðum. Þegar heilagum anda var úthellt í Jerúsalem, hvíslaðist hann eins og eldtungur á þá guðreknu menn sem voru viðstaddir samkomuna. Gnýr fyllti allt húsið. Engar sögur eru að andanum hafi verið úthellt yfir almenning út á götum. En kraftaverk þessa dags var að menn töluðu tungum. Það annaðhvort töluðu þeir tungumál sem þeir höfðu ekki kunnað áður eða eyru manna skildu allt sem talað var eins og það væri á þeirra tungumáli. Þarna voru menn frá öllum löndum og þeir sögðu hver við annan. Hvernig má það vera að við hvert og eitt heyrum þá tala okkar eigið móðurmál? Þeir heyrðu þá tala á sinni tungu stórmerki Guðs. Og það tekið fram að það var heilagur andi sem gaf þeim orðin að mæla. Guð notaði hátíðir gyðinga í Jerúsalem. Menn komu vísvegar að, svo það var tækifæri til að útbreiða boðskap. Þar kynnti Guð Jesú fyrir fræðimönnum og fariseum þegar Jesús var 12 ára. Þangað fór Jesús með lærisveinum sínum og á laufskálahátíðinni á sjálfan hátíðardaginn stóð hann og kallaði: Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Engin staður eða tími hentaði betur til að útbreiða boðskap en á hátíðum þegar mannfjöldinn safnaðist saman. Og eins og við þekkjum, þá var Jesús krossfestur á hátíð hinna ósýrðu brauða og reis upp á páskahátíðinni. Þúsundir manna urðu vitni að þessum atburðum, þúsundir manna sem fóru síðan heim í sín þorp og bæi og sögðu frá því sem hafði gerst. Hver maður var fréttablað síns tíma. Í lexíunni var heimsenda spá. Í pistlunum opinberaðist heilagur andi fyrir mönnum og í guðspjallinu sagði Jesús að hann færi burt. En þeir skildu ekki óttast. Þeir ættu að gleðjast því hann færi til föðurins. Þeir áttu að varðveita orð hans. Og hér líklegra að Jesús sé að tala framtíðarspár atburði heldur en boðskapinn ríki Guðs. Því þeir atburðir munu koma fram. Hann sagði: Nú hef ég sagt ykkur það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Hinn illi höfðingi heimsins, Satan, sem tælir alla menn, færðist sífellt nær Júdasi sem síðar sveik Jesú. En í Jesú var engin synd. Orð og gjörðir Jesú myndu alltaf vera vitnisburður að Jesús elskaði föðurinn og fór að vilja hans. Jesús gaf þeim sinn frið, ekki stundarfrið heimsins, heldur himneskan frið. Svo hjörtu þeirra skelfist ekki né hræðist í kristniboðsferðum þeirra. Jesús sagði lærisveinunum að enn hefði hann margt að segja þeim, en þeir gæti ekki skilið það nú. En andi sannleikans myndi síðar hjálpa þeim að skilja, og ekki aðeins skilja. Þegar andinn kom yfir líðinni í Jerúsalem, gaf hann þeim líka orð að mæla. Hin heilaga þrenning einn Guð. Guð vitnaði að Jesús væri hans elskaði sonur.
Jesús vitnaði að Guð væri faðir hans á himnum og að heilagur andi, sannleiksandi Guðs, hafi gengið út af föðurnum, kannski eins og andardráttur hans, líkt og þegar Guð blés lífi í mannin og maðurinn varð lifandi sál. Síðar sagði Jesús: Andinn mun vitna mig, ekki Guð föður. Þessi hringrás vitnisburða er fyrir okkur. Jesús er eina áþreifanlega persóna þrenningarinnar, gekk á jörðinni, gerði kraftaverk og menn báru persónulega vitnisburði hann. Hann er eina persónan sem menn geta bent á sem sönnun guðlega tilveru og hans hlutverk var að sannfæra okkur tilvist Guðs föður. Hann kom til að vitna Guð en ekki sjálfan sig. Líkt og lærisveinarnir sem þurftu tíma til að skilja boðskapinn að fullu, þá erum við í sömu sporum. Við fáum söguna og skilningin í bútum, en ef við ímyndum okkur að trúin geymist innra með okkur í formi heilags anda, eins og Páll skrifaði að líkaminn væri musteri heilags anda, þá þurfum við að næra andan, íhuga orðið, svo andinn geti hjálpa okkur að skilja það betur. Jesús sagði heilagan anda vera kraft sem við eigum að íklæðast. Við eigum að nota orðið eins og vopn í baráttu lífsins, skjöld til varnar og tvíeggja sverð til andsvara. Og við eigum ekki hafa áhyggjur af því hvað við eigum að segja, því heilagur andi mun gefa okkur orð að mæla. Þema dagsins er dagur heilags anda. Jesaja skrifaði að andi drottins væri andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og guðsótta. Hlutverk heilagra þrenningar er sett þannig fram að náðin fæst fyrir trú á Jesú Krist, kærleikurinn kemur frá Guði og samfélagið við Guð fáum við fyrir heilagan anda. Við signum okkur og blessum í nafni heilagra þrenningar. Við játum trú á heilaga þrenningu. Við biðjum til Guðs og Jesú, en sjaldan eða aldrei til heilags anda. Þó er hann með okkur til leiðbeiningar. Andi Guðs, hjálparinn mikli, mun ákalla nafn drottins með okkur svo að við verðum hólpin. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Heilagur andi mun hjálpa okkur að elska og varðveita orð Jesú. Hann mun minna okkur á fyrirheitin sem okkur eru gefin, hjálpa okkur að breyta rétt, að vera sönn í orði og verki, hjálpa okkur að finna réttu orðin við biðjum og hjálpa okkur að vera miskunnsöm og kærleiksrík við náungan. Hlutverk heilags anda að leiða okkur til Guðs ríkis. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.